hingað til okkar kominn Sævar Guðmundsson, ferðaþjónustubóndi á Mjóeyri. Sævar, segðu okkur, hvað í boði hjá ykkur á Mjóeyri? Við erum auðvitað fyrst og fremst með gistingu í 10 sumarhúsum og 4 herbergjum og svo erum við ýmiss konar afþreyingu, mikið tengdum veiðum og gönguferðir og alls konar skíðaferðir, norðurljósaferðir og eitthvað meira. En það væntanlega mikið að gera yfir sumarið, en hvernig hefur gengið svona að lengja tímabilið? Já, á þessum 12 árum sem við höfum verið í þessu þá þetta nú alltaf að lengjast í báða enda og þetta var nú bara júlí og ágúst eiginlega fyrir 12 árum síðan en núna þetta orðið mikið að gera bara strax í apríl og út september að minnstakosti og alltaf eitthvað að vera þar á milli. Og hvað áherslur yfir vetrartímar, hvað það sem að þið er að bjóða upp á þá? Já, nú náttúrulega alveg frá upphafi verið fyrst og fremst tengt Oddsskarðinu og skíðamennsku og við erum með frábært skíðasvæði og núna síðustu árin höfum við meira verið að fara líka yfir á svokallaða skinnara eða þá sem eru að skíða utanbrauta og Austfirðir eru náttúrulega algjörlega frábært svæði fyrir það sem að menn ganga á skinnum upp á fjöll og skíða svo niður. En svo þetta margt annað og Austfirðir eru náttúrulega sérstaklega gott svæði fyrir norðurljósaskoðara líka því að það nú yfirleitt alltaf hægt að finna svona innan ákveðins radíus einhvers staðar bjart til himins á Austurlandi. En svo þetta gönguferðir og það alls konar og fullt af alls konar viðburðum yfir veturinn. Ekkert endilega bara okkar vegum en svona í kringum okkur. Það eins og þið náttúrulega vitið mikið menningarlíf á Austurlandi og fólk að koma að njóta þess. Og Þú minntist á það því að vera tölvöld með kringum veiðar. Já, ég náttúrulega hreindýraleiðsögumaður og það byrjar nú 15. júlí veiðar á hreindýrum og eru til 20. september og ég hef verið að fara með nokkuð marga veiðimenn á því tímabili. Og þá tekur við eiginlega svartfuglaveiðin í kjölfar á því og gæsaveiði svona. Haustin eru eiginlega undirlögði veiði og svo rjúpnaveiðin í kjölfarið og svo svartfuglir nú eru allan veturinn á og til. Það hefur verið töluvert í þessu og svona veiði hópar eða veiði gengi eða hvað maður á að kalla, það hefur verið að koma dálítið til okkar og er mjög ánægðir. Nú er rjúpnaveiði tímabilið í afstæði. Hvernig gekk það hérna? Já, maður fekk nú í matinn og veitti dálítið að rjúpu og einn rjúpnaveiði mann fengu í síðustu helgina sem var nú það ánægjulegasta við vertíðina. En rjúpnavertíðin hérna var dálítið erfið, bæði veðurlega, sérstaklega síðustu 2 helgarna var erfiðar aðstæður til veiða. Rjúpan dreifði allt og veður bara vont og ekkert mikið af fugli að sjá, það var kannski að því að hún var dreifð allt. En flestir fengur í matinn held ég. En þú ert í björgunarsveit og að lenda í útkalli eins og þessu þar sem að maðurinn var týndur í 1,5 sólarhring. Hvernig er þetta? Þetta svolítið skrítið, maður reynir að setja sig í spor mannsins því að maður sjálfur getur hæglega lent í þessu eins og allir aðrir. Það geta allir lent í því að týnast eða villast eða meiðast. Og ég nú sjálfur með hund og oft einn á veiðum, þannig að maður gerir sjálf í hugulund hvernig þetta hefur verið og leggur kannski þar alveg meira á sig til þess að reyna aðstoða. En þetta er bara eins og það er að vera í björgunarsveit, að maður veit aldrei hvernig kallið kemur og mann er vantaði svo sem ekkert endilega að fara að ganga að fá nótt laugardagsins síðustu helgina þegar maður var búinn að vera á göngu allan daginn, að bæta við sig 15 km með nóttina. Ég er mjög erfiðar aðstæður, en maður gerir það bara. Þessi leit fékk athygli allt land. Hvernig var svona þín upplifun af því að vera þarna í hringuðinni? Já, eins og ég segði, þetta voru náttúrulega mjög erfiðar aðstæður og flókið svæði að mörgu leyti.
það ekki víða á Íslandi þar sem að menn þurfa að leita skógarsvæði eins og þarna eru, mjög erfið yfirferðar, með mikið af alls konar giljum og skompum og klettum sem að hægt að lenda í vandræðum í. Þannig að leitarsvæðið var mjög erfitt og veðrið var það líka. Og þess vegna kannski tók nú svona langan tíma að finna manninn að menn einfaldlega bara komust ekki á þetta svæði þar sem hann var. En jú, þetta svo sem maður búinn að fara í margar leitir og þetta alltaf, hver leit sérstök að einhverju leiti og hvert svæði sérstakt. En mér fannst svona kannski eina sem ef ég ætti að setja eitthvað út á þetta að ég hefði viljað leita stærra svæði strax. Af því að það var að vita að maðurinn var í góðu formi og þá hefði maður viljað fara stærri hringi út frá þar sem maður sást síðast. En það á nú eftir að fara yfir þessi mál öll sömul og alltaf eru við björgunarsveitamenn og stjórnstöðarmenn og aðrir að læra af hverju útkalli fyrir gagnabankann. En aðalmáli var auðvitað að maðurinn fannst á lífi og bara stráheill og hundurinn líka, þannig að það var eiginlega haldin árshátíð björgunarsveitarmanna þarna á fjallið þegar þetta kom í ljós, því að menn voru þetta orðnir frekar svartsýnir eftir 45-50 tíma útilegu hjá manninum. Þá var það auðvitað ekkert, það ekki sjálfgefið að menn séu heilir. En hvað framundan á Mjóeyri eftir áramót til dæmis? Já, skíðavertíðin byrjar nú yfirleitt í janúar og það svona það sem við erum farin að huga að núna og kannski það ánægilega að bergmenn að koma núna og að markaðsetta með okkur Austurlandið sem skíðaparadís fyrir þessar skinnara sem ég talaði um áðan og við bindum mikla vonir við það og auðvitað erum við að vinna áfram með Oddskari þar sem eru mjög margir skemmtilegi hlutir að gerast og erum auðvitað bara í bakgarðinum hjá okkur á Mjóeyri. Og við höfum aðeins verið að pröfa okkur áfram með jógaferðir. Það sem við erum að tengja saman jógahelgi og gönguferðir og góðan mat og svona skemmtileg upplifun. Og svo bara þetta vanalega. Það nú mikið að gerast í kringum Eskju þessa dagana. Mikið að vinnuköllum, gistingu. Við höfum verið að sjá það. Þannig að það nóg framundan, svo kemur bara vorið aftur vonandi með sínum annað tíma. Þannig að fyrir skíðin þá vantar bara meiri snjó, þannig að þú ferð út að fara að syngja. Það hefur aldrei verið svo gott að það ekki snjóað fyrir rest, það kemur, ég veist ekkert um það. Sævar, við þökkum þér fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Takk. Og við ætlum næst að fá Önju Sjadok hingað en hún ætlar að syngja fyrir okkur frumsamið lag. My whole life I've been told plain and empty lies, and every time I think back they fill my mind. Jealous glares and bad names fill my hearing and vision, yet I still continue to thrive. I try to stay strong as me, myself, in front of the crowd, yet I cried when no one saw or heard. At one point I started to give in to the lies that are stuck in my shattered and broken heart. In the end, I'm still human, fighting for my peace to form myself again. In the end, we're all human, fighting for our peace in this sad, cold world.
losing your feelings for them. The compliments turn to hate and threats that you scream at each other, yet you'll end up falling in love again. You try to stay strong as you were yourself in front of the crowd, yet you broke down when no one saw or heard. At one point you finally gave in to the lies that are stuck in your little broken heart. In the end, you're still human, fighting for your peace to form yourself again. In the end, we're all human, fighting for peace in this sad, cold world. In the end, I'm still human, fighting for my peace to form myself again. In the end, we're all human, fighting for peace in this sad, cold world. In the end, Já, við höldum áfram hérna frá Labri á Fáskrúðsfirði og til okkar er komin góður gestur, Anja Hrund Sjadok, tónlistarskólanemi á Fáskrúðsfirði. Velkomin. Takk fyrir. Segðu okkur, hvaða lag var þetta sem við fengum að heyra hérna? Hérna, það heitir In the End og ég samti það sjálf fyrir svona 2 árum síðan, cirka. Lag og texta þá? Já, ég gerir nú bæði lag og texta og eitthvað svona bull á píanó. Fikta mjög mikið í hljóðfærum, það er skemmtilegast, finnst mér. Og spilarðu mörg hljóðfæri? Já. Það sem að ég spila samt mest á væri gítar, píanó og ukulele og trommur, en annars fikti ég bara í, þú veist, bassum og trommum og eitthvað svona öðrum trommum heldur en. Já, þannig að þú getur tekið hvaða hljóðfæri sem er og gert eitthvað úr í það. Já, næstu því. Skynna með flest blástur hljóðfæri, ég eftir að fikti þeim. Já. En á hvað ert að læra í tónlistarskólanum? Ég er að læra á píanó og gítar þar. Búin að vera það síðan ég var bara krakki. Og þú komst í úrslit í haust? Í vor. Í vor, í nótinni sem er uppskeruhátíð tónlistarskóla í landinu. Alveg rétt. Hvernig var það? Varstu þar með frumsami lag? Nei, ég var enda ekki með frumsami lag. En ég og einn strákur í skólanum mínu sem heitir Anton Unnar, við bjuggum til okkar eigin útsetningu, útsetningu af lagi sem heitir My Favorite Things, sem hafa heyrt á úr hérna myndinni Sound of Music. Já. Og við unnum með því, það var geðveikt að fá að spila í hörpunni, finnst mér. Mér langar mjög mikið að fá að prófa að spila þar aftur einhvern tímann. En hvaðan kemur þessi tónlistarsnilld því að spilað allt og sungið, er þetta mikið í fjölskyldunni? Já. Ég myndi segja, þetta kemur ekki sérstaklega mikið frá móður mér hlið, en það er mjög mikil tónlist, það er bara list almennt í föður megin. Það er einhver kór í fjölskyldunni minni og einhver sem stjórnar honum. Frænka mín er leikari í Ameríku og eitthvað svona fleira, tónlist og bara alls konar í fjölskyldunni minni. Já, þannig að ættarmótin eru ekki leiðileg. Alls ekki, guð minn, almáttugur, nei. Það er bara besti tími ársins að fá að fara á ættarmót, minni fjölskyldu myndi ég segja. En hverjir eru svona þínir áhrifavaldar, svona á hvað hlusta þú? Ég hlusta bara á allt saman, kannski nema country. Samt það sem ég hlusta mest á er K-pop og J-pop og eitthvað svona kóreisk og japansk.
K-pop? Korean pop og Japanese pop. Já. Sérstakt, ég veit. Já, alveg. Nei, það var bara eitthvað við það sem kemur mér alltaf í stuð. Og örugglega þeim sem hafa mestu áhrif væri kannski Labyrinth, Axel Flóvent, ég spilaði með honum einu sinni, það var ógeðslega gaman. Já. Og já, þeir tveir og örugglega einhverjir fleiri sem ég man ekki nafnið á núna. En já, Beyoncé. Það sjálfsögðu. Elska allir Beyoncé. Já. Og Rihanna, allir þeir. En hvert stefnir í framtíðinni? Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Hvert? Nú, ég er í 9. bekk og mér langar að fara í listaskóla eða í eitthvað tónlistanám þegar ég verð eldri. Mér langar alls ekki að stoppa í þessu af því að þetta er bara megin partur af lífið mínu er list, tónlist og myndlist og bara skemmtilega það sem ég geri. Þannig að ég er ekki að plana því að stoppa allavega. Alls ekki strax. En ertu líka að leika og hvað þá mála eða? Já, ég teikna mjög mikið og mála svona leik stundum þegar það eru leikrit í skólanum eins og það var hérna árshátíð okkur í síðustu viku og þá voru ég að leika Hérastu bakara. Það var mjög gaman. Já. Syngja Puppakökusönginn. Það festist í huganum á minni í 2 vikur, sko, þetta er ennþá þarna. Hvernig núna fyrir jólin, ertu að syngja eitthvað svona opinberlega fyrir jólin? Já, við erum ennþá að plana hérna tónleika í skólanum mínum. Þar kem ég fram með gítar og píanó og syng örugglega líka eitthvað. Og svo veit ég er að fara að keppa 2. desember hérna á Sameind var það og líka, Fjarðardæturnar byggðum við að syngja með þeim. Já, Eskifirði. Þannig að ég er mjög spennt og ég er mjög fullu fyrir það. Það er nóg að gera. Já, það er ekki stoppað. Anja, þakka þér kærlega fyrir komuna og frábæran flutning. Takk fyrir og takk sömuleiðis.